Og það gaman að vera með ykkur í dag og það annar jólum, ekki? Jú. Þannig að þau koma og svo eru þau búin að við vitum af. Þetta árlegt. Eins og svo margt annað svo sem árlegt hjá okkur og þetta allt saman tekur fljótt af. Nokkur undirbúningur og svo það búið áður en við vitum af. Þetta nú lífið. Það æðir áfram. Hver dagurinn eftir öðrum svipaður. Svipaður þangi og svipuð breytni. En sumir taka eftir að það svona heilmikill breytileiki í þessu öllu saman. Og við þurfum að vanda okkur í deginum, bæði ég og þú. Og þar, eins og alltaf áður, ferst okkur misjafnlega úr hendi. En samt nú lífið eins og það býður upp á margt, það margt, það gerir margt. Og við erum með í því, hvort sem okkur líkar það betur að vera. En flestir læra nú að búa sér eitthvað mat úr sínu lífi, þannig að það verður nú ekki tóm kvöl. Tóm kvöl held ég sé nú svolítið áskapað dæmi. Hverjar sem aðstæður eru hverju sinni að þá, jú, vissulega getum maður mæðst yfir þeim. En við höfum lifað þetta allt saman af og átt allmarga afmælisdaga sem við getum rakið og til dagsins í dag og sagt, jú, við erum nú allavega hér ennþá. Og meira, bara þokkalega upprétt og með okkar mál nokkuð í lagi. Það svona mælikvarðinn á hvernig ég og þú höfum tekist á við daginn. Við höfum ekki leyft kærulausinni alveg að gleypa okkur. En stundum kannski höfum við verið kærulausar en efnið stóð til, en mörg af okkur lærum af því. Og þá gerum við það helst ekki aftur. Sumt þannig að maður gerir það ekki aftur og sumt í fari annara, allavega í mínu lífi, hef ég sagt nei, þangað vil ég ekki fara með sjálf á mig. Þannig að þú getur lært af öllu í kring og látið allt að leiða til góðs í kring. En bæði ég og þú, við verðum þó að vilja það. Við viljum það góða, engin spurning það. En hvað erum við tilbúin til að kalla eftir þessu góða? Það svona matsatriði hverju sinni og þar okkur mislagðar hendur. En öll getum við gert betur og öll viljum við gera betur. Ég þekki engan mann sem vill ekki gera betur. Þannig að mörgu leyti og þessu leyti erum við á sama bát. Þannig að við getum, ef við viljum, hjálpast að við verkin, en viljum við það? Það aftur spurningin. Mín stóra heppni var, sjálfsagt myndi ykkur segja þegar ég gifti mig, ég nú reyndar ekki giftur og ekkert í þeim hugleiðingum. En mín mesta heppni og stærsta stund var og stend á því, þegar ég uppgötaði Guð í mínu lífi. Ég hef svo sem oft talað það, ég var ekkert að leita að Guði, að hverju átti ég að leita. Einhverju sem ég þekkti ekki hausnum sporða á og vissi ekkert né hvað var. Þannig hann kom bara og ég kippti mér inn í rannsett og ég búinn að vera þar síðan. Og ég segi núna að það og hefur verið mín stærsta stund til þessa. Og í gegnum sína kirkjusögu og kirkjugöngu búinn að kynnast grúa mann og kvenna. Og það svo merkilegt með það að mikið af þessu fólki ennþá
prýðis vini manns og maður mann eftir þeim í hjarta sínu, þó ekki hafa nú kannski hitt þó oft suma og all lengi einu og aðra, en þeir eru samt vinir manns og maður mann eftir þeim á góðu einu. En svona bara þetta líf að við höldustum ekki hendur allt okkar líf nema kannski sumir og við förum út á suður eins og fólk gerir og það skiljast leiðir eins og hjá fólki. En eftir stendur þessi samt vinátta. Og hvernig veistu að hún þarna til staðar? Maður finnur það í hjarta sínu. Hún þarna til staðar og kemur fram í þessum minningum sem maður á einn og annan og einn og aðra. Og maður spyr sig, æði oft, og ég veit að hinni gera það líka, hvað ætli hafi orðið hann? Og það veit maður ekki. Og svo sem hefur engar áhyggjur af því, menn náttúrulega bara verja sínu lífi eins og þeir vilja sjálfur bara sem ég geri. Kannski það nú auðveldari fyrir menn að vita hvað þessi því hann alltaf á Facebook og inn á milli með svona þætti svo þú getur hort á hvað þú vilt og margir, ótrúlega margir eru að horfa á þetta. Þannig þessi svo sem ekkert mikið í felum og það engin á þessum mönnum í felum. En svona margir kannski vita þennan gæja og muna eftir því, já þetta hann Konni, við vorum henni svona starfa saman og svo framvegis. Þetta svona kannski forréttindi, jú, ætli maður mig ekki kalla þetta forréttindi og þetta bara Guðs vilji ef að þetta svona, að þetta sé með þessum hætti, af hverju? Það veit ég ekkert þú að spyrja hann að því, ég hef ekki hugmynd það og velti því ekkert fyrir mér. Og ég bara að gera og standa mína plikt sem ég vona að þú sért líka að hvar þú ert. En í kirkjunni maður búinn að kynnast alveg óheyrir og fjölda og við erum ekkert inn á gafli hjá hvorum öðrum, það ekki svoleiðis. Og mörg af okkur starfa alveg prýðilega vel saman og við sem vorum líka að tala svo splittist þetta upp og hver fyrir sína leið. En það ekki þar með sagt að þú sé ekki einhvers staðar það sem ég sé það sé eitthvað, þetta fólk sé eitthvað í rugli með sjálft sig þó að því miður einhverjum séu það. Þá það mikill minni hluti, af hverju þetta svona? Nú því að Guð sér sína. Bara eins og hann sér mig. Og þú, eins og við vorum að tala á það, því ég á þessum stað og þá kannski veistu svona nokkurn veginn hvar ég En ég geti líka verið á einhverjum allt öðrum stað og ekkert þannig séð opinber. Og þá myndir þú ekkert vita, minn kæri, hvaðan hann Konni væri, en þú myndir örugglega muna eftir honum, eða margir. Það bara eitthvað sem greipist í hjartað þegar að kristnir menn kynnast. Þá greipist eitthvað í hjartað og þeir verða einhvern veginn saman, þó þeir séu ekki saman. Þetta hefur maður margoft reynt og ég veit að þeir sem eru á þarna taka alveg undir þetta. Að við munum eftir hvorum öðrum og eftir hverju öðru og jafnvel minnustum manna og kvenna í bæn þó við séu kannski ekki alltaf á hnjánum fyrir þessu fólki því að þess við vorum að tala áðan og þá verður hver og einn að bara fá að lifa sínu lífi og ég vil ekki hlutast nýtt til það að eiga góða minningu og fólk allt annað. Og maður á fullt af góðum minningum með fullt af fólki gegnum kirkjuna, gegnum þessa söfnuði sem ég er búinn að vera í. Þeir eru reyndar ekkert mjög margir en ég er búinn að vera í 3-4 söfnuðum og allir þessi söfnuður hafa skilað af sér alveg helling fyrir mig, já í formi vináttu einhver. Þykir mér vænt það, sjálfsögðu þykir mér vænt það. Þetta var Guð sem yfir, hann gaf þetta og hann gaf þessa kærleika og vináttu hvort til annars og hann sér að við ræktum hann og þess vegna líka að því við hefum góðar minningar frá þessu fólki að þá einhvern veginn lifir það og það er gott. Þannig að ekki köttust við nú í nefnum stormi þó að það sé því miður til í dæminu, en það er bara til í dæminu, en ekki það algenga, aldeilis ekki.
menn segja að Satan nú duglegur við að ljúga upp á þessu söfnuði, að þetta sé ekkert nema klíður og óánægja í þessu söfnuðum. Ég er búinn að vera í þessu söfnuði síðan 1999 og ég er ennþá í þessum söfnuðum og í söfnuði reyndar og ég hef alltaf verið í söfnuði, þeir eru orðnir nokkrir og maður hefur ekkert nema bara þægilega minningar. Þannig að klíðurinn og óánægjan og bálið, það þekki ég ekki. Ég þekki, ef maður hefur eitthvað stað kynnst friði þá var það í þessu söfnuðum og þannig er það ennþá. Og hafa maður eitthvað stað kynnst vináttu og kærleika til fólks þá er það þar. Og menn segja kannski eitthvað allt annað að því og sumir fara út í stormi og við vitum allt það. Það segi að sé vegna þess að menn svona voru aldrei að taka þessu neitt alvarlega. Við þurfum fyrst og fremst að byggja upp trúna í okkur sjálfum og ef við gerum það þá fyrir við að sjá bara Jesú. Þannig að fólki í kring, það skiptir auðvitað máli en það verður ekki neitt lykilatriði þannig að þú stendur ekkert og fellur með hvernig einn og annar er að hegða sér. Þú náttúrulega vilt að allir hegði sér vel og þú keppir eftir því sjálfur og ég sjálfur að hegða mér vel. En ég get ekki gert að því þó eitthvað komi upp. Þetta er bara lífið. Veistu af hverju? Að við erum breyskar manneskjur, við erum mislyndar manneskjur, við erum að reyna margt og það tókast alls konar að okkur sem við erum að sitja uppi með og reynum svo sem að verjast þessu, en þú getur það ekki, það er ekki hægt. Þetta er bara partur af lífinu og Drottinn er með okkur í þessu öllu saman til þess að vernda okkur og verja okkur og hjálpa okkur í gegn. Það er það sem hann gerir og hann hlífur okkur ekkert endilega öllu, hann kannski hlífur okkur við fæstu. En hann kemur okkur í gegn því að hversinn þú ferð í gegn með honum þá líka ert að læra hellingsleksju og þú bæði skilur eitt og annað betur og veist betur framvegis hvernig þú átt að takast á við þetta og það er akkurinn í að ganga með Kristi. Það er þessi lærdómur sem maður fær þar en þú færð hvergi annars staðar. Því heimurinn, bilaður og hann hefur enga lausnir. Bara eins og þú sjálfur og ég sjálfur og við sjálf þegar við vorum í heiminum og það gerðist auðvitað fullt af hlutum þá eins og núna að við vissum kannski ekkert hvernig átti að vinna sig frá þessu. En það aftur á móti kom þegar trúin kom. Því við vitum að við getum notað trúna til að hjálpa okkur við að vinna bug á þessu öllu saman. Þess vegna segi ég það, hlustaðu þegar Guðsmaður er að tala. Og kepptu eftir því að eiga það sama, því að hafi ég sem Guðsmaður fengið þessa Guðsgjöf, þá getur þú það líka, því að það veit ég og veit allan tíman að það er ekki vegna eigin verðleika sem að ég er það sem ég er í dag, nei, Guð er góður, það er málið. Og hann meinti það í fullir alvöru þegar hann tók á sig byrðir syndarinnar á sig og dó með það og svo var hann reistur upp frá þeim og er núna hreinn á himnum og ég og þú erum hér á jörðinni í hans umboði að tala það sem hann vil að við segjum og gerum það með reisn að því við getum það. Þannig að við skulum bara halda áfram með góða verki sem Drottinn sett okkur yfir og hvað sett hann yfir? Þína eigin trú. Hann setti yfir hana. Þannig að þú ræður alveg 100% í hvað átt hún fer. Þú ræður alveg hellingum það hvort hún vaxi hratt eða hratt, hægt eða hratt. En þín verk, þau auka trú þína eða þau minnka þína trú. Þú ræður þessu öllu sjálfur. Þess vegna lærum við á kringumstæður og aðstæður og erum svolítið vakandi fyrir þessu öllu saman því við þurfum það. Þetta er okkar, hann gaf okkur þetta til að vinna með og verka með og þetta er dagurinn í dag sem hann er eitthvað að tala til okkar þessi mál því hann talar alltaf sömu hlutina. Það er þetta glímuefni dagsins sem við erum í og það er svona og það er hinsegin en er glímuefni dagsins sem þú einn verður að loka á og ljúka, sem sagt loka á, já, og
Þú lýkur því og lokar á það. Það er verkefni. Og þú ert með allt þú hefur. Þú ert með trúnaðina og eins og ég. Þú ert með orð Guðs, alveg eins og ég. Og þú ert með samfélagið, alveg eins og ég. Og við ræktum þetta og rækjum þetta og svo framið. Sá sem er samviskusamur þar, hann er eiginlega að standa sig betur en hann og hún sem kemur bara eftir dintin og dantin. Akkur koma menn eftir dintin og dantin. Þú voru að spyrja það, ég hef ekki hugmynd um það. Ætla það sé ekki svona í 99% tilvikum, ég hefði sleppið þessu bara núna. Og það er eitt af því sem að ég hef ráðist gegn, ég var alveg svo þú að því leyti til, en það var eitt af því sem að ég valdi fyrir mig að ráðast gegn, að vera ekki að nenna þessu núna og núna. Þannig að maður segir eiginlega bara aldrei ég nenni ekki, það kemur nú reynda fyrir, en gerir það samt, sem segir manni það að maður nú ekki náð þessu. En þó komir það langt að maður lætur ekki lengur undan þessu. Nefnum svona, já, ég held ég bara láti ekki lengur undan þessu, maður gerði það nú stundum. Þannig að þetta er svona, hefur svo margt að rjáttlast af manni, að því maður tekur þessu alvarlega, maður hefur alltaf tekið þessu alvarlega, en alvarlegra þegar maður sér þessu annað góða árangur af, vegna þess að maður hefur bara rörsýnina á hann sem heitir Jesús og er ekkert að velta öðru fyrir sér. Hann er málið og ég er bara þjónn hans og ég má kalla mig vin hans og veistu af hverju. Ég er að gera það sem hann er að bjóða. Þess vegna má ég kalla hann vin minn og ég trúi því að þú megi líka kalla hann vin þinn en á sömu ástæðum og sömu forsöndum, þess að þú gerir það sem hann er að bjóða. Og hvað er hann að bjóða? Kannski er hann að bjóða að hlusta á þetta efni til enda því að þá er það vegna þess að þar í þessu efni er eitthvað sem þú hefur gott af því að heyra. Ekkert vegna þess að mælska þessa mann sé svona flott og mikil og hún skiptir reyndar engu máli, en það er nú bara þannig með Drottinn Jesú okkar, hann er að nota fólk til þess að bera skilaboðin á milli. Hann notar fyrst og fremst sitt fólk til að bera skilaboðin á milli og þess vegna er það svo mikilvægt að við séum svolítið opnir þarna og erum að nota þessa leiðir sem hann hefur opnað á, eins og í mínu tilviki hefur hann opnað á internetið og þess vegna vita nokkuð margir það hvað hann konni er í dag. Ekki svo að maður sé neitt að velta því fyrir sér, en ég spyr mig oft þennan og hinn og hinn og þessa sem maður þekkti vel og voru góðir kunningjar manns og eru það í enn. Hvar er þetta fólk í dag? Er það ennþá við sama heikossorn og var þegar við vorum saman í þessu, að rekta sína kristnu trú, eða er það farið út í heiminn bara og er þar bara eins og áður var? Ég veit það ekki. Þegar maður hefur engar spurnir að því og veit ekkert hvernig maður getur nálgast þetta ágæta fólk og er svo sem ekkert með að gera mikið í því máli, enda eins og ég segi og sagði áðan, þá var það mig í raun ekkert það. Velji menn að lifa svona, þá bara lifa þau svona. Mitt val er skýrt, ég lifi í Jesú nafni og ég hef mér hefur ennþá borið gæfa til þess að vera hlýðnistrákurinn í þessu máli og verið á þeim stöðum sem Drottinn hefur opnað fyrir mig. Og þú sem hefur fylgst með þessu veist að ég er til að mynda búin að vera lengi að sýsla með myndir og vídeómyndir beint af minni trúargöngu. Og hann gaf mér talanda og mér leikur létt að tala Guðsorð og það heldur bara áfram og ég hef líka tekið eftir því að það sem talað þetta er nú yfirleitt mjög gott efni og ég er ekkert að hæla með neitt af því, ég gef bara Guði alla dýrað. Þannig hef ég alltaf gert þetta og ég líti ekkert stórum augum á það sem ég er að gera, ég gef bara Guði dýrðina og ég segi takk fyrir mig, Drottinn í dag. Því hann á þetta allt. Ég er bara hluturinn sem hann notar til þess að koma til skila sem hann vill að koma til skila. Og svona eigum við að hugsa. Svona eigum við að verka og vinna. Við erum alltaf með Krist í efsta sæti.
hann númer 1 og ég svo bara, já, númer 2 þess vegna og það allt í lagi. Það nú heldur betur heiður að vera þó í öðru sæti hjá honum sem ég ekkert að segja að ég sé, en það væri samt heiður. Ég keppi ekkert eftir því, mér er svo sem alveg sama á hvaða staði ég veit bara að ég tilheyri vinahópi Drottins og það finnst mér notaleg hugsun að eiga og þetta er ég búinn að eiga alveg síðan ég frelsaðist í raun og veru, já, alveg síðan ég frelsaðist í raun og veru upp í risherberginu mínu á Grettisgötu árið 1989. Og ég aldeilis ætlaði að frelsa allan heiminn mann og ég fylltist eins og þú slíkum áhuga að hafa bara að ekki flóa friðu fyrir kallinum og ég meira þess að gekk svo langt að ég fór út og knúði dyra og uppskar skell, hurðarskell mikinn frá ágætum manni, ég veit ekkert hver þetta var og hef aldrei séð hann áður og vissi það á þeirri stundi að það er ekkert álöfsverk að búið á trú og síðan eru liðin, 36 ár frá þeim og ég og þú og við vitum að þetta er ekkert álöfsverk en þetta er vinnandi vegur að því Drottinn er með og maður hefur auðvitað lært alveg helling og það til að mynda bara vera á þeim hraða sem Drottinn vill að við séum á. Þannig ég hef eiginlega engar áhyggjur af því hvernig ná að gera þetta en ég er opinn fyrir öllu sem hann er með hvað mig varðar. Hann er með bestu leiðina og hann hefur reynst best að gera það sem hann segir og ég bakka ekkert með það. Og ég held að þú bakkir ekkert með það sjálfur sem hefur reynslu orðið af þessu og veist upp óávan hvað máli snýst. Þarna erum við svolítið, þarna er svolítið, kannski er það vandamál. Það er sem með þess ágætu nýgræðingar sem að koma inn eins og maður var sjálfur, maður var eins og nýgræðingur. Þegar þeir eru með svo mikinn áhuga á því bara í kvelli, gera þetta og gera hitt, gera þetta og gera hitt, en við þessi gömlu jálkar, við vitum að það er gott að gera þetta og hitt og allt saman það, en við vitum líka og spyrjum okkur, hvernig ætlar það að manna þetta? Já, hvernig ætlar það að manna þetta? Við sem erum búin að vera í þessu áratugum saman og við sjáum að það er oft alveg rosalega erfitt að manna bara minnstu stöður. Og ef á að gera eitthvað, þá bara geispa menn framan í mann og svaka flott maður og við skulum skoða það hvort ég verði með og svo framvegis og þannig svo kemur aldrei neitt úr þessu. Þetta er vandinn. Þess vegna segi ég það. Vertu viss hvað Drottinn er að tala inn í þitt hjarta og ég segi við þig, gerðu það. Ég man eftir því þegar ég var að byrja í þessu og við vorum nokkrir saman við þetta og ég kom með einhverju hugmynd og hún var ekki samsett. Þetta er svona er þetta og ok, þá bara ger ég þetta sjálfur. Ég fór og gerði þetta sjálfur og svo allt í hennu bara, eins og í dag, bara, ég er einn við þetta. Ég er ekkert að segja þetta sem eitt kjör allstaður, en ef þú vilt gera það sem Drottinn er að segja þér, þá lætur þetta ekkert stoppa þig. Ég ætlaði mér aldrei að gera þetta einn, það bara var ekki inn í myndin einu sinni. En þetta var nú samt lendingin því að það var ekki takt að stóla á það að menn kæmu, þeir ætlaði að koma. Svo komu þeir eða kom ekki og svona, maður bara hætti að standa í þessu. Og þú sem ert að byrja núna í þessu, þú munt standa frammi fyrir sama. Þannig að þú skal hlusta á reynsluna. Og kannski hefði reynslan mátt segja þetta við mig, en hún talaði mjög sjaldan. En ég man eftir einu. Við strákarnir, við stofnuðum félag og það var reyndur maður með okkur. Og ég nefndi við hann sagði við hann að við vildum hafa þannig að allir myndu samþykkja það. Ef það er ekki allar hendur á lofti þá myndum við ekki gera það. Þannig voru við bara börn í þessu. Hann sagði við mig, Konráð, þetta verður aldrei ganga hjá okkur. En við fórum þessa leið og hann hafði rétt lög að mæla, þetta gekk bara aldeilis ekki. Það voru aldrei allar hendur á lofti. Þannig það var ekki neitt gert og það var til þess að ég sagði, ég geri þetta þá bara sjálfur.
Og þannig byrjaði þetta nú hjá mér að ég fór að gera þetta bara sjálfur og kannski finnst mönnum það skrítið, en þetta nú ástæðan á bak við það. Maður gæti ekki stólað á, en kom ekki, lofuðu sér og kom ekki og svo framvegis að ég sá að þetta ekki færi leið og þú sem ert að byrja núna mun lenda í nákvæmlega sama. Þannig þú skalt hlusta á reynsluna. Þetta mín reynsla og þetta reynsla sennilega allra manna og kvenna sem starfa við þessa ágætu söfnin í dag. Talaði við þessa reyndu bolta í söfninu. Þeir segja nákvæmlega sama. Ég hef nú bara ekki nokkuð leið að fá nokkurt manni í nokkurt verk. Þess vegna sérðu alltaf sömu kallana og kellingarnar í þessu og hinnu. Svo að þetta gengur allt saman einhvern veginn en það vantar svona liðsandan oft í þetta. Þetta ágætt fyrir okkur, í mig og þig og okkur öll, að vita skil á þessu því að þetta staðreynd málsins. Það ekkert verið að segja neitt gegn söfnuðunum. Aldeilis ekki, en þeir eru svona samt. Það mjög gott fyrir okkur að vita það. En það er annar jólun í dag og það er sviðið ekki. Ég held að svið annan jólum, það var alltaf heima í gamla daga, það var svið annan jólum. Og ég er nú svo heppinn og ég á svið að kemur og ég ætla að elda nú eftir. Ekki endilega til þess að halda í hefðir, nei, ég finnst bara svið góð. Þú kannski klíjar við þeim. Ég er svona sviðakall svolítill. Eins og eitt sagði þá, ég átti til að fara í sumarbústað og fá mér svona yfir nokkra dagi í sumarbústað, en fór alltaf annars slagi og svo var spyruð, hvað er Konni? Þá sagði einn, hann er einhvers staðar í sumarbústað alveg örugglega að éta svið, var sagt. Ég veit ekki hvort að ég var að éta svið akkurat þá, en ég held alveg pottþétt að ég fékk mér kjamma allavega einhvern tímann í sumarbústað. Þannig að hann hafði allavega rétt fyrir sér þar. Hann er örugglega að éta einhvers staðar að éta svið maður. Hafði engar áhyggjur á honum. Og enn er ég að éta svið. Þess ég var að segja á það, þá ætla ég að fá mér hálfan og eftir. Ég éta alltaf hálfanis. Einu sinni átt maður heilanis, ég geri það nú ekki lengar. En hálfur alveg bara minna. En þá er ég líka yfirleitt búinn að fá nóg. Þetta var svona bara stuttur sprettur og nota drjúgur nokkuð. En ætla að segja þetta bara ekki gott og svo kannski gerum við eitthvað meira eða það er aldrei að vita hvað skeður þegar þessi er annars vegar. Verið sæl.